Heil og sæl, þetta þátturinn milli himins og jarðar. Í dag ætlum við að tala líðan ungmenna, barna og unglinga. Ég held nefnilega að líðan ungmenna sé besti mælikvarðinn á það hversu farsæl þjóðin og hversu farsæl samfélög eru. Ef að börnunum okkar líður vel og eru almennt hamingjusöm, að þá erum við að gera eitthvað rétt í þessu samfélagi. Og þá skiptir líka máli að tala það og skoða það og vera edrú á það hvernig börnunum okkar líður. Og ég hef nú fengið til þess góða gesti í þáttinn, verið hjartanlega velkomin. Þuríður Lilja Rósenbergsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í Oddeyrarskóla og Kristján Bergmann Tómasson, umsjónarmaður ungmennahús í Rósenborg, já. Þú ert Rósenbergsdóttir og þú vinnur í Rósenborg. Skemmtileg tenging. Mér langaði eiginlega bara að byrja á því að spyrja ykkur, það er svolítið skemmtilegt, að við erum, við Kristján erum hérna á sömu kynslóð og svo þú aðeins að kynslóðina undan, en þó ekki mörg ára milli. Einu skrefi. Já, einu skrefi. En þó svona dálítill munur kannski samt á því hvernig var að vera unglingur þegar að þú varst það og svo þegar við vorum unglingar. Viljið segja mér aðeins frá því, af því þið vinnið svo mikið með börnum og unglingum, hver finnst ykkur vera munurinn á því þegar þið voru unglingar og svo aftur í dag, svona mesti munur? Já, ég var reynt að spá í þetta, hver munurinn helst. Það þetta, sjálfur sér að vera unglingur kannski engin breyting. Unglingur bara alltaf unglingur. En það kannski, maður hugsa samfélagsbreytingin, umhverfið, að ef maður horfir bara á skólakerfið þar sem ég að starfa í og vinna í, að þá náttúrulega mjög mikið breyting þegar ég unglingur og 1974, þá ég að fara upp í gagnfræðaskóla og þá mjög mikla breytingar á skólaskyldu, í grunnskólalögunum. Þá ákveðið að lengja til dæmis skólan, viðveru skólaskyldulega úr 8 árum í 10 ár, sem tekur gildi ekki að fullu þarna, en þessi ákvörðun tekin. Og 85 9 ára skólaskylda og 1990 held ég 10 ára skólaskylda. Þannig að bara sú breyting töluverð og svo aldamótin 2000 og þá líka ákveðin breyting að lengja skólavikuna, kennsluvikuna. Þannig að held ég viðvera, ef maður hugsa viðvera í skóla, álagið í samskiptum við, að þú varst að tala líðan. Ég held að ég sem unglingur var ekkert rosalega framfærin, ég var svona frekar feimin og held ég svona pínu félags, svona ekkert sterk, kemur litlum hverfi og flytjandi með Breiðholt sem náttúrulega mjög stórt og mikið. Þannig ég var ekkert rosalega sterk í þessu félagslega, þannig að vera 8 ári í skóla hefur verið full nóg fyrir mig. Þannig að bara sú breyting heilmikil. Að nú erum við bara miklu lengur bæði að deginum og bara að árinu. Já, í samskipti við jafningja og jafnaldra sem rosalega getur verið flókið og snúið og mikið álag. Og heldur það sé kannski of mikið álag? Heldur það við séum með of lengi í skólanum? Það sé of lengi í þessu að vera í samskiptum við jafningja og að halda það út á þess að gera einhver mistök? Já. Já, ég held persónulega að þetta sé full langur tími af því að svo eftir að skólan lýkur þá þetta eitthvað annað sem að tekur við sem að þau verða að mennta sig í sem að kannski í samráði við foreldra og sem foreldra vilja mennta barnið sitt í, ekki sem skólinn ákveður. Þannig að þau halda áfram eftir að skóladeginum, þessu formulega lýkur. Þannig að já, ég held þetta sé stundum full mikið álag. Að við ætlum þeim og mikið með við kannski aldur og þá sé kannski ekki skrítið þó að það kom upp árekstrar og jafnvel vanlíðan og annað svona sem að... Algjörlega, því við erum kannski ætlaðum að geta fengist við svona náin samskipti, langan tíma, kannski gera meiri kröfur þeirra að þeir takist það, heldur þeir kannski fullorðina. Þú veist, ef við varum í svona náin samskiptum, svona langan tíma, að þú veist, hvernig myndi okkur liða? Akkúrat. En ég ekkert að sjá það að við sem fara að bakka út úr þessu, við þurfum bara svolítið að hugsa þetta, hvernig, þú veist, að kannski að þess að spá í þetta. Já, það hlýtur alltaf að þurfa að koma því að maður endur með einhverju hluti og dragi ályktanir af því hvernig þeir virka. Algjörlega. Þannig þetta svona sem breytir sem að ég svona horfa á, svona þessi mismunur. Og svo sem unglingur þá fór ég dálítið mikið sveit á sumrin.
og ég held að það hefur bara, og ég held að það hefur verið bara rosalega gott. Geta komist út úr þessu margmenni og líka þess að geta verið bara svona einn með sjálfu sér í kyrrð og ró og það er svona ákveðin úrvinnsla sem á sér stað líka ef maður er undir, þú veist, ef það er áfællu lífi fólks eða álag og þá er stundum gott að geta bakkað út úr hlutunum. Og komist eitthvað og líka verið í tengslu við náttúrunni sem mörg börn alltaf fara bara á missvið auðvitað í dag. Sko. En hvað segir þú? Kristján Bergmann, ég kalla hann alltaf mumma, má ég segja mummi? Já, það er svona heimilislegt. Já. Hvað segir þú mummi? Hvernig, nú erum við að sömu kynslóð, þannig ég er mjög spennt að heyra hvað þú hefur að segja þessar breytingar. Sko, mín kynslóð, hún ætla nær að upplifa tilkomu leikjatölunar, tölvunar, farsímans. Þannig að ég held sko að tæknin og framboð og afþreyingu í dag er miklu meira en það var og þetta hefur fært okkur að kosti og ókosti. En ég náði samt sem ungur drengur, þá var þetta ekkert, leikjatölur voru náttúrulega bara hálfgert prump. Það var bara þannig. Þannig að maður var ekkert að tóra neitt í þeim svo lengi. Nei, svo sér maður farsímann að koma og heimilistölunar og allt það líka. Og þetta verður held ég svolítið breytt hegðuninni hjá ungu fólki og neyslumaustrinu og fleira. Heldurðu ef að þú værir unglingur í dag að þú værir alveg húgt á FIFA og öllu þessu sem að komið núna, heldurðu að þú setur í þeirra spor, myndir þú alveg geta festi yfir þessu? Ekki ég, held ég. Ég er ómikill útvistagrís. Mér finnst ekki gaman að vera lengi í tölvu. Nei. En þú skilur það samt? Skilur það að þau getur orðið alveg bara húgt á þessu? Já, ég skil þetta og þetta er líka, ef þér líður illa í hversdagslífinu, í skólanum og átt kannski fá að vinna og svo framvegis, að þú getur verið hver sem er í heiminum í tölvunni. Þú getur verið sá sem að sigrar heiminn og svo framvegis. Og þetta er voðalega auðveld leið til þess að flýja. Og mér sýnist þetta oft bara að verða rosalega ávanabindandi líka. Bara eins og fólk flýr í áfengi til þess að deyfa sig frá veruleikann og þá getur þú flúið í þetta. Þetta er flótti oft, já. En hvernig, svona ykkar mati, hvernig finnst ykkur, svona ef við horfum bara yfir sviðið, sko, krökkum og unglingum líða í dag svona almennt? Hvernig finnst ykkur svona? Mér finnst ef ég má grípa þetta sem hann var að tala með þessi tækjanótkun og símanótkun og þetta að vera tengslu við allan heiminn, að þetta álag sem ég var að tala áðan sko, með lenginguna í svona samskiptum og allt þetta mikið sem gerist og síðan kemur ég heim og það heldur áfram áritið og það er engin stundlegu friður, þú veist, það er sko, þá er verið að senda Snapchat, Instagram eða allt mögulega sko, þannig að og meðan kannski það okkur sinnast eitthvað í skólanum og maður fór heim og svona hugsa sín gang og svo hittist maður kannski á morgun eða næsta dag og það var svona kannski aðeins að runni amman í svona reiðin eða óanægja sko. En núna þá er bara búið að senda stöðu sko, þú veist, þannig að það bara samskiptin líkur ekki. Já, þú meinar. Þannig að ég held áfram að kannski senda honum alls konar leiðileg skilaboð eða og svo gengur þetta svona þú veist, fram og tilbaka og svo mætir maður á morgun í skólan og þá er einhvern veginn allt komið í meiri klassu, meiri flækju. Þetta er náttúrulega mjög mikilvæg punktur það bara til okkar allra, af því að það er akkurat þetta, ef maður reiðist við einhvern eða réttur upp á kant, þá er svo auðvitað í dag að halda þessu öllu bara áfram, bara með chattinu og Facebook og eitthvað svona, af því það er svo mikilvægt að maður verður reiður sem er alveg réttlætanlegt oft. Já, það er einhver ágreiningur. Maður verður lítill, maður verður barn, svolítið í sér, að maður þarf þennan tíma til þess að hugsa þetta og melta þetta. Og ég meina þegar ég var ung, þá var síminn heima hjá mér bara inn í stofu, þú veist, maður fá að ringja, þú veist, maður fá leyfi og maður fór ekkert að ringja og hella sér yfir, maður fekk ekki sem leyfi til að ringja svona símtal sko, en núna ertu bara inn í herbergi og bara getur haldið áfram í reiðinni að maggana upp og eitthvað þetta, þannig að þetta er svona eitt af þess að það þarf svolítið að hugsa hvernig ætlum við erum ekki farið að breyta þessu, hvernig ætlum við að reyna að stýra þessu. Það er líka sko, mér finnst þau svo oft byggja sína sjálfsmynd upp á þessum miðlum sem þið eru að nota, þessum tækjum. Það var ekki til þegar ég var yngri. Sjálfsmyndin hjá manni var að byggjast upp út af fjölskyldu og vinum og áhugamálum og svo framvegis. Já, ég held að þessi samfélagsmiðlar og tæknin heilt yfir er að móta þeirra sjálfsmynd allt öðru vísi heldur en kannski við hefum
eða við upplifun. Já, og þá náttúrulega eru þau að ritstýra sjálfsmynd sinni. Það á alltaf að vera svo flott og fullkomið sko eins og bara á Facebook til dæmis. En þú veist, lífið er ekki þannig. Þú veist, sumir dagar eru bara leiðilegir. Stundum langar man ekkert að fara fram úr og svo framvegis. Það er þannig hjá öllum. En birtingamyndin er alltaf svo fullkomin. Flottar myndir, þú ert svo sæt, þú ert svo sterkur, þú ert svo flottur. Sæta. Já, en þetta er ekki raunverulegt. Nei, þetta er ekki þetta hrós sem að kannski raunverulega nærir sem að þú þarft á að halda. En það er sko, ég var að hugsa það því að ég náttúrulega lánsum að ég fæ að kenna fermingabörnum sem er 8. bekkur í kirkjunni og er búin að gera í nokkuð mörg ár, 10 ár líklega, 10-11 ár. Og ég svona er alltaf að bera saman svolítið árgangana og velta fyrir mig hvernig þetta þróast allt saman. Og mér finnst svona þegar ég er að hugsa það, þá finnst mér til dæmis krakkar í dag alltaf verða kurteisari og kurteisari. Sko þetta er bara mín reynsla. Ég sko upplifði þegar ég var unglingur, við vorum oft með eitthvað bjöðitars kjaft og ég man eftir því að það þótti bara svolítið flott að vera með kjaft við kennaran eða prestin og jafnvel vera með eitthvað svona bara dónaskap og þú þótti svolítið kúl ef að þú þorðir að sko standa upp í háruna á einhverjum fullorðnum og eitthvað svoleiðis. Og ég man þegar ég var að byrja með fermingarveislu fyrir svona rúmum 10 árum að þá svona upplifði maður ennþá svona voru karakterar sem að voru svolítið þóttafullir og maður svona sá sjálfur sig jafnvel í þeim og voru svona með kjaft við mann og eitthvað svona og ég hefði vísu alltaf pínu gaman að en kannski er samt ekki gott fyrir við mörkin. Nei. En mér veist í dag eins og að krakkar og það er svona bæði jákvætt og líka kannski getur líka verið pínu neikvætt að þau eru ofboðslega kurteis og finnst mér og stillt og bara og jákvæð og svona einhvern veginn sko bara auðvelt að þú veist maður þarf ekki að vera eitthvað að hækka róminn eða ég er ekki í neinum agavandamálum en ég upplifði sko kannski samt að sjálfstraust þeirra er ekkert endilega meira sko og þau eru svona mér finnst stundum svolítið að vantreysta sér í því að vera að tjá sig og eiga að hafa skoðanir á hlutum. Þetta er svona það sem ég tek eftir bara úr fermingarfræðslunni. Mér fannst svona meðan að mín kynslóð var með kjaft að þá hafði líka fullt á skoðunum. En mér finnst þess að þau eru kurteis en þau hafa kannski ekkert mikið á skoðunum. Hvað segir þið um þetta? Upplifir þú þetta? Finnst þau vera svona tilbaka? Nei, mér finnst þau sko vera heilt yfir bara mjög skemmtileg eins og þú segir sko. En ég líka tala náttúrulega bara út frá mínu nærumhverfi sko að þau eru kurteis. Mér finnst ekki vera neitt svo mikið tilbaka ef þú bara ferð upp að þeim og ert svolítið opinn og ferð bara að spyrja þig út í lífið og tilveruna. Að þá opnast þau alveg eins og alveg leið sko. Þannig að kannski ef við komum saman í fjölda þá lokast þau sko. Ég skal alveg taka undir það. Já, það er kannski akkur það er einmitt ekki þetta maður og mann því svo hef ég átt svoleiðis samtöl við þau sem mér finnst þau vera bara mjög einlæg og opin en ekki svona þegar kemur að því að vera í hópnum og ég er svolítið að hugsa hvort að það sé einmitt vegna þess að þau lifi orðið svo mikið í tölvuheiminu þess að þau eru ein sko og svo allt í einu að vera komin í hóp og eiga sko hafa skoðun og tjási fyrir framan hópin að það sé bara rosalega álag og þau bara forðist það en þetta er svona pæling sko. Já, ég held að þú veist þetta óöryggi í að standa fram fyrir einhverjum að tala eða að hafa skoðun. Þú veist, það er eitthvað sem maður þú veist, sér alveg og þau eru óörygg en eins og hann var að segja að þú veist, maður og mann, þá er þau mjög einlæg og þú veist, krakkar í dag, þau eru svolítið upplýst, þau eru klár og einmitt þetta með, þú veist, kurteis, þau vita, þú veist, hvað er við hæfi, þú veist, hvernig þau kom fram og þú veist, þau vilja ég held að krakkar þú vilja standa sig, þú vilja vera góð og þú vilja, þú veist, vera að aðri sér stoltir af þeim, sko. En hver haldið þessi ástæðan fyrir því að þeim fjölgar sem þurfa að taka inn ofvirknislyf og ýmis geðlyf og er að greinast með athyglisbrest og annað. Ég veit náttúrulega að það er alltaf verða greiningar vegna þess að fólk eru uppgötvað þetta. Þú veist, það er ekki þannig að þetta hafi ekki verið til áður, heldur var bara ekki þekking á þessu. En það er talað um aukningu allavega. Af hverju heldur það sé? Það sem ég er allavega svona velta fyrir mér að ég skil alveg að þú veist, fullt af börnum þurfa lyf bara til þess að geta fungerað í aðstæðum og bara klára námið sitt og geta það sem þau vilja gera og langar til að gera.
En líka sem ég var að tala áðan að kannski hluti af því að við erum að, það er meiri greininga, við erum meira opin, við erum meira að kalla eftir því að þau tjái sig og við erum að meira að spyrja hvernig líður og það er rosalega opið svona, eða hvað segja, við erum mjög vakandi fyrir því hvernig barninu líður í dag. Ólíkt því sem var 1974. Ég held ég hef aldrei spurð eftir því hvernig líður ég var aldrei spurð. Og í dag erum við stöðugt að bara daglega líður eitthvað illa nánu minn eða maður er svona vakandi fyrir þessu. Hvernig var dagurinn? Hvað var gott, hvað var vont? Og kennarinn spyr og þú veist það er mjög mikið svona fólki vakandi fyrir þessu. Þú veist, akkur er börn svona mikið að fá lyf. Akkur við, held ég á Íslandi erum held ég með hæstu bara þess að við miðum okkur við í lyfjagjöfum til barna. Það getur verið margar skýringar á því. Ég held að einskýringin sem við þurfum svolítið að velta fyrir okkur erum við að þvinga börnin til þess að ráða við þessi aðstæður sem ég var að tala áðan, til þess að þau geti fúnkar í þessu langa degi, í þessu nánu samskiptum, í þessu miklu áreiti sem að bara svo náin samskipti kalla á. Þarftu þá lyf til þess að geta gert það. Á meðan þú veist skóladagur var styttri, skólaárið var styttra, þú fékkst meiri frí frá, en það var heldur enginn að greina svo sem. En sem ég held þetta svona, maður þarf bara að tala allt saman sko. Það er mjög áhugaverður punktur. Ég meina þegar ég var í Núlbekk eins og það hét í menningarskóla, þá var ég 3 í viku í skólanum. Og maður kom heim sko þessar 3 daga klukkan 1. Ég meina það er alltaf dálítið mikill munur eða 7 ára sonur minn sem að er stundum frá 8 til 6 á daginn í prógrami. Þegar hann er búinn að fara í íþróttirnar og allt það. Þannig ég held að þetta sé rosalega streita, álag sko. Og þá var ekkert endilega með neikvæðum formerkjum að foreldrar sé ekki að standa sig eða eitthvað svoleiðis. Ég held að maður þurfi bara að velta á sig fyrir sér. Þú veist, er þetta gott? Þú veist, erum við að gera börnunum eitthvað gott? Við erum að gera þetta því við viljum allt besta. Við viljum að þau hafi tækifæri og þau fá að njóta sín og fá að upplifa allt það besta. Og reynslan þarf náttúrulega alltaf að leiða það fram að við mögum ekki vera refs okkur fyrir það að við þurfum stundum að reka okkur á hvort að eitthvað system virkar. Og endurhugsa. Svo sjáum við líka bara rannsóknir á Íslandi að tæplega 85% af 8., 9. og 10. bekka krökkum, þeim líður bara vel. Þannig að, en svo erum við að sjá, og það sem ég hef verið að upplifa svolítið mikið, að það er gríðarleg aukning á kvíða og þunglyndi. Og margar ástæður eflaust. Við vorum að skoða í vinnunni að þegar kreppan byrjar í Finnlandi 90, 91, 2, 3 árið 2000 þá allt í einu bara örorka af völdum kvíða og þunglyndis hún bara rýkur upp og heldur áfram að rjúka upp áruna eftir. Þannig að við vorum svolítið að velta því fyrir okkur hvort það væri eitthvað eftirköstin af því að þetta sé eina af birtingamyndunum hjá okkur. Það er hjá unga fólkinu. Hjá þeim sem voru yngri en 30 þar að segja í Finnlandi. Þeir sem voru eldri en 30, þeir voru að höndla þetta allt í lagi sko. En þessi yngri voru svolítið súpa seiðir af þessum kreppu árum og andrúmsloftið kannski af þeim árum. Af einhverjum ástæðum sko. Það er náttúrulega mikilvægt fyrir okkur að hafa það í huga núna eftir. En maður svona veltir í fyrir sig hvort að þetta gæti verið eitthvað, að það hafi eitthvað brugðist hjá okkur, að við gleymum einhvern veginn unga fólkinu í þessu ferli sem við búið að eiga sér stað sko. Já, því sko fyrstu kannski 2 árin eftir hrun, þá var í sjálfu sér bara ekkert mjög neikvæð andrúmsloftið og menn voru svona pínu bara, hei, hvernig eigum við að vera í kreppu? Við þurfum bara að prjóna og við þurfum að vera svona meira homey og cozy og eitthvað svona. Svo byrjaði náttúrulega vinslan, úrvinnslan úr þessu. Og lifa í þessu sko. Og úrvinnslan að fólk fór að finna, ég meina það þurfti að finna hverjir höfðu svona borið á byrgð og hverjir, þú veist, það var fyrir ósakirni. Erfið og svona stundum, þú veist, maður fer á netið og þú veist, kommentin og allt þetta sem sett inn, þetta er kannski bara foreldrar sem er að fara að leiðinu heim í skólanum eða vinnunni og svo kemur það heim á netið þá bara eitthvað alls að nemendur gera og fólk fullorðið og unglingar gera. Það er engin undanskilning, þannig að kannski þarf maður meira að horfa á hvað getur maður gert fyrir fullorðna fólki til þess að það lítur að endurspegla eitthvað líka niður. Svo er þetta líka spurning sko ef að eins og á þessum tíma þegar það var einhver óviss og eitthvað svona og einhverjir náttúrulega bara í miklu basli að börnin gera sér grein fyrir því að það var eitthvað að hjá foreldrunum sko og fóru sjálfa á áhyggjur og það er alveg spurning hvort þau voru eitthvað tilbúin til þess að tala þær áhyggjur við foreldra sína. Þú veist, við sjáum og pappa að það er eitthvað að sko þeim líður illa að þá frekar byrgjaðu þetta inni sko heldur en að
heldur en að vera að bæta á þeirra. Mér dettur þetta í huga, þetta getur verið eitt af því sem það er mjög margþætt, sko, mjög margþætt. En ég held samt í dag að, eins og við vorum að tala áðan, að það verður aldrei verið eins mikið og núna hugað að líðan barna. En svo klikkar þetta samt svolítið þegar þau eru orðin 16 ára, að þá sleppum við takinu og þá eru þau orðin fullorðin, en sko bara samkvæmt lögum þá eru þau börn þangað til 18 ára. Og við sjáum til dæmis bara eins og með neyslu áfengis og annað slíkt að hún er mjög lítil hjá unglingum í dag, miklu minni heldur en þegar við vorum ung. Það var náttúrulega bara, voru allir fullir eitthvað hér í bæ í kraftgólum og með hálslíters. Bara landa og gambra og einhvern veginn sko. Þetta hefur breyst rosalega mikið, en svo sleppum við takinu, við erum 16 ára, og þá lítum við svo á þessi fullorðin. Og þetta er eitthvað sem að mér finnst við þurfum að fara að huga miklu betur að 16 til 18 ára. Að passa upp á þeir eru komið í framhaldsskóla eða þá hvert sem þau fara. Ég meina, sumir fara á vinnumarkaðinn, sumir eru bara heima hjá sér, það er allur gangur á því. En ég er að hugsa stundum, því ég er stundum að reyna að setja mig þeirra spor hvernig væri að vera unglingur í dag, sko, ég er að hugsa að einmitt út á umræðinu oft í þjóðfélaginu svona, þá erum við svolítið að ala upp sko nýja kynslóð sem að fær þau skilaboð að það megi ekki gera nein mistök. Við lifum einhvern veginn í samfélagi þar sem að fólk er sko tekið á beinið í netheimum fyrir einhver mistök sem það gerir og þau alast svolítið upp við það og það held ég sé líka punktur sem við þurfum að skoða varðandi þeirra andlegu líðan að það bara lífið sé búið ef þau gera mistök. Þau verður bara þá bara tekin að lífi bara á internetinu skilurðu og útrópuð og ég held að sé ofboðslega erfitt að vera ungur og ómótaður einstaklingur og vera alast upp í ég væri skítrætt ef ég væri hérna í svoleiðis úlingur í svoleiðis samfélagi. En það var eitt sem ég langaði að tala svolítið að lokum og það er strákan okkar og við erum náttúrulega líka bara út af umræðu og viðkvæmur umræðu sem hefur verið náttúrulega núna undanfarna vikur varðandi kynferðisbrot og annað sko, kom þarna upp náttúrulega mál þar sem að hvað 5 ungir menn voru sýknaðir af nauðgunar kæru og mikil umræðu í gangi og eitthvað svona og mér finnst svo mikilvægt að skoða þú veist, hvernig getum við komið í veg fyrir það að drengirnir okkar sko fari út af þessa braut eða brjóti af sig með þessum hætti sko munur og mér langar líka að hugsa sko skoða með sko líður drengjum verr heldur en stúlkum sko eða hvernig er þetta? Almennt, já. Er flóknar að vera ungur maður í dag en ung kona? Ég þori ekki að fara með það. Nei, þetta er stór spurning. Já, ég er ekki viss en að þú ert að tala þessi dæmi þarna sem eru búin að vera í fjölmiðlum núna að þá er alltaf bara að skoða sko atburðinn og menn verða sko reiðir yfir því sem ég skil vel sko en einmitt akkur erum við ekki að taka þá strákana og fræða þá þú veist hvað er rétt, hvað er rangt taka siðferðið á þetta já það er alltaf verið að tala stelpunar sko einhvern veginn hefur mér fundist en strákanar einhvern veginn hafa verið stikkfrí en akkur erum við ekki svolítið að reyna að kenna þeim líka vantar þetta inn í skólakerfið eitthvað að ræða bara kynheilsu og kynlíf og bara hvaða þýðir að vera kynvera og hvaða ábyrgð maður hefur í kynlífi og eitthvað svona vantar þessa umræðu eða þessa fræðslu ég held að vanta ekki fræðsluna ég held að þú veist, það er alveg fræðsla og það er talað þessa hluti en svo getum við þetta spáði sko hversu neðalega á maður að tala þessa hluti en eins og sko bara tala þetta siðferði bara þú veist hvaða þú veist, að hvort sem er karlmaður eða kvenmaður, þá bara ber maður ábyrgð á sínu kynheilbrigði og hvernig maður hagar sér og þú veist, það er mín ábyrgð að þú veist, varðandi þú veist, hvort það maður getnaðarvarnir eða þú veist, allt þetta sem samskipti kynjana, það er ekkert meira mín eða þín ábyrgð, það er bara ábyrgð okkar beggja. Þannig að en það má kannski segja að þú veist, eins og þetta sem það vitni áðan að það getur maður hugsa líka þú veist, umhverfið, netið, fyrirmyndir, þú veist, þetta, hvað er þessi veldur í að þú keyrist inn í eitthvað svona að þið finnst þetta í lagi, þú gerir þetta normi, sko, og þá líka stelpurnar, sko, þú veist, hvað hafa þær séð, skilur, þannig að það er margt sem ég hefur áhrif á þetta og við þurfum að kannski gera meira því að tala þetta með gagnrýnum hætti og líka með jákvæðum hætti á þess að vera ásakaði dæmar, sko, heldur bara hvernig ætlum við að
Og styðja foreldra að tala um þetta börnin sín, því að þau eru jo náttúrulega frameftir svo ofboðslega mikla fyrirmyndir og þau eru ennþá fyrirmyndir í lífi úlingana, þó úlingunum finnst þau svolítið hallaríslega, þá eru þau samt, þau eru fólk sem þau taka mark á. Það allavega fólki sem er kringu þig, sem þitt net sem styður við þig eða bjátar á, þá það fjölskyldan. Svo spurning hversu auðvelt það fyrir foreldrarna að fara að ræða þetta við börnin, eða eru foreldrarnir bara svolítið, heyrðu, það kynfræðsla í skólanum, við þurfum ekki að fara á þetta vandræðalega styðja. Það er að styðja foreldran kannski í að hjálpa þeim, hvernig getið þið rætt við börnin ykkur um þetta? Og maður þarf ekki að fara að gera þetta eitthvað persónlegt, en maður er ekki að tala, þannig að maður getur talað bara samskipti kynjana á þess að persónugerða, og fara í einhver nákvæma lýsingar á einhverju svona samlífi, heldur bara svona almennt í þessu siðferði. Hvar eru þessu línu? Við getum náttúrulega sittið hérna alveg í 2 tíma og rætt þetta, en ég er svo fegin og þakklátt Guði fyrir það að fólk eins og þið skulle vera að vinna með úlingum á Íslandi í dag. En hérna Þuríður og Kristján Bergmann, takk fyrir komuna og við kveðjum af Sigurhæðum og sjáumst í næstu viku.